Já, góða kvöldið og velkomin á Frelsi TV. Ég heiti ennþá Pétur Axelsson. Því hefur ekki verið breytt mikið ennþá, allavega. Og verð að fyrirgefa að mér seinkaði 15 mínútur frá auglýstum tíma. Það var litli prinsinn. Vildi ekki hleypa neinum í að búa til mat. Ég var að koma vinnunni bara rétt datt inn. Og allt það. En allavega þá ætla ég að tala pólitík. Ég víst orðinn pólitíkus. Og þeir eiga það víst til að tala pólitík, þeir sem eru pólitíkusar. Nú eru gólemin, já, flýttu þér, hvað ertu að reyna að segja? Flýttu þér, bara 3 mínútur, segðu allt sem þú vilt segja á 3 mínútur, bara flýttu þér, ég er að fara, flýttu þér. Það þeim sem að líður svona, er góðfúslega vísað á kastljósið. Þangað til að fjárgrunnur Frelsi TV verður á svipuðu róli og kastljós sem kostar einhverja milljarða á ári að framleiða. Þá verður þetta svona sveitó hérna hjá mér. En ég hef svo sem hugsað mér að fara aðeins í safnanir og ég er aðeins að fá nýjar hugmyndir af formi og svona, hvernig ég get gert það. Þannig að við sjáum hvernig gengur. En hérna fann ég einhverja könnun sem ég veit nú ekki hvort það er alveg splunkun í. Og þá sjáum við að dögunir á botninum eins og venjulega. Það sýnist þessi nú vera nokkuð nýleg. Það var bara eitthvað sem ég fann svona í flýti. En nú ganga menn götur Rómar, götur Aþenu og væla spilling, burt með spillingaflokkana, spillingin, sko. En ef að pólitík er keppni í spillingu, sem er spariorðið við skipulagða glæpastarfsemi, þá sjáum við hér að þessi flokkur hérna er að stúttapa í þeirri keppni. Það er bara verið að rústa dögun í spillingu og öðru sulli. Meira að segja þjóðfylkingin vinnur dögun í spillingunni. Og Píratar eru náttúrulega á toppnum með Sjálfstæðisflokknum. Og eins og allir vita sem að hafa einhverja vitglóru, að þá eru skoðanamyndanir. Þetta er ekki skoðanakannanir, þetta eru skoðanamyndanir og þeim er stýrt. Og þið vitið það líka, sem hafa hlustað á mig, að það er munur á valdstjórninni, sem er musterisreglan, og lýðnum. Og einhver góður maður sagði að ef að kosningar myndi breyta einhverju, þá eru þær gerðar samstundis ólöglegar. Þannig að þetta línuritt, eða súluritt, við förum á súluna hérna, sýnir okkur einfaldlega að dögun er að tapa í spillingakeppninni. Af því að þér er einfaldlega ekki hleypt í þessa stöðu nema það sé fyrirliggjandi spilling, skipulega glæpastarfsemi. Þannig að lýðveldið, sem kemur alltaf út lýðveldið þegar maður segir það upphátt, að það er, skal ég segja ykkur,
Lýgveldið. Sko, ég ekkert á því að atkvæði lýgvaldsins séu einu sinni talin. Og það eitt sem að ég kannski ég hef ákveðna næmni í að heyra hvað fólk segir. Eins og þegar og heyra skilaboðin frá valdstjórninni. Og líka eins og þið vitið þá hef ég lesið töluvert af ritum og skýrslum frá þessari valdstjórn, bæði íslensku og þeirri alþjóðlegu. Og þeir hafa marglýst því yfir að einfaldasta leiðin til að fela stóra glæpinn að fela hann bara beint fyrir framan alla. Þetta bara viðurkennt, yfirlýst. Það þarf ekki að rannsaka mikið til að finna þetta reyndar. Og þegar talað þjóðarvilja og þjóðaratkvæðagreiðslu þá ekkert verið að tala lýðinn, það verið að tala þjóðina. Og við félagarnir Guðjón Reynberg höfum gert ítarlega grein fyrir því að völdum var rænt á Íslandi 1662 af elítunni ásamt erlendum aðilum. Og þessi darraða dans hefur verið í gangi síðan þá. Það sem að íslenska elítumafían sá kannski ekki fyrir og sem að gerist í löndum, að stundum elítunni fórnað. Það nótt hinna löngu hnífa. Og sko ég kannski ekki alveg átta mig á því hvernig sko ég var að játa það, ég átta mig ekki alveg á stöðunni í smáatriðum sko. Eða semst ég eiginlega með það eru tvö möguleg scenaríó í stöðunni. Og já, fyrirgefðu. Hækka hljóðið, alveg sjálfsagt mál. Ég get líka reynt að tala betur inn í mikrofóninn, býta aðeins. Mikrofónin virka best ef maður alveg með það ofan í kokinu sko. Eða með headset þá kemur smá skrúningar núna kannski. En ég líka ekki að tala mjög hátt núna. Skal ég hækka aðeins? Já, þetta byrju, ég hef ekki að hækka hérna preampinn, veit ekki allir hvað það er. Svo hérna hangoutið alltaf effekti í þessu líka. En það sem ég var að segja að sko mér finnst mjög ólíklegt að það eru tvö öfl í gangi. Ef við ætlum að læra eitthvað að seinni heimsstyrjöldinni þá voru þar tvær tegundir af sósíalisma í gangi. Það var þjóðernis sósíalistinn sem heitir nazi eða nasista dæmið og svo var það global eða svona þessi sovjet sósíalismi. Og hann skiptist eiginlega upp í tvennt sem það eiginlega bara tveir sósíalismar í gangi. Það nasjónalsósíalismi og glóbalsósíalismi. Allir þessi flokkar sem í gangi núna eru sósíalista flokkar sem að annað orði við það eru spillingaflokkar. Allir flokkar sem að stunda hópisma eða sósíalisma eru spillingaflokkar í eðli sínu. Og munurinn á þjóðernis sósíalisma og alþjóðlegum sósíalisma svipaður og á kúk og skít sko. Sem alltaf tvö orði við sama fyrirbærið.
að þessir flokkar hafa eitt af markmiði, þessi ismi, sósíalismi, að allir séu rosalega, það er bara svona Hunger Game. Hunger Game er endastaða sósíalisma. Og þeir sem að eru þjóðernis sósíalistar eru þessi gömlu spillingaflokkar sem að eru framsóknarmenn standa þar fremstir og sjálfstæðismenn hafa aðeins verið með þar í að halda þess í þeir eru sem sagt alveg klofnir þeir eru beggja vegna borðsins með það, þeir eru þjóðernis sósíalistar og globalistar og það sjáum við á að þú getur líka bara séð hvaða fyrirtæki er í samstarfi við hvaða fjölskyldur og hvaða menn. Esso, Standard Oil, er í samvinnu og hefur verið í 20 ára, ef ekki 100 ára, nei, 20 ára, næstu 100 ára, í samstarfi við ákveðna fjölskyldu. Og hver á Standard Oil? Munið þið það? Jú, það er Rockefeller fjölskyldan. Rockefeller fjölskyldan er líka bara allsráðandi á þessum læknabraskmarkaði, þessu læknadrullum öllu. Og læknar eru frábærir og við Íslendingar eigum rosalega mikið af til þess náttúrulækningum og grasalæknum og alls konar frábæru fólki. En við veljum það að kaupa saltvatn sem kostar 1 krónu að gera ef við kaupum það á 50 skall, sko. Ég meina, þú getur bara farið út í búð og keypt salt og blandað í vatn og þá ertu komið saltvatn. Og Rockefeller fjölskyldan og Soros og Jim Rogers, Guðjón leysti þessa gátu mjög snilldarlega, að áður hann settist í Helgan Stein, hann var tilkynnað einu sinni en hann er sestur í Helgan Stein, sem ég bara ég styð allt sem hann vil gera, sko. Og sko, þessi lækna svikamilla og lyfja svikamilla það sem verður að gefa 3 ára börnum einhver eiturlyf af því að þeim líður svo illa í fangelsinu sem heitir leikskólinn eða eitthvað svona. Að og þetta er allt saman rosalega stórir auðhringir. Og ég held að þið áttið ykkur ekki á því hvers konar auðhringir þetta eru. Til dæmis Nestlé er hluti af þessari samstæðu, matvælafyrirtæki Nestlé. Það er þarna gaurinn sem sagði, ég hef nú ekki á því að vatnsaðgangur eða vatn sést ykkur réttindi sem fólk á að hafa. Það er bara að segja að fólk á að geta að fá vatni frítt út í náttúrunni, sko. Að þessi gaur giskja á hvað hann er með í laun á mánuði. Nei, það er aðeins meira. Hann er með 21 milljarð íslenskra króna í laun á mánuði. 21 milljarð. Bara einn forstjóri, sko. Landráðafólki sem frá Íslandi, það er með næstu í 10 milljónir á mánuði. Fyrir utan náttúrulega kickbacks fyrir að taka þátt í glæpastarfsemi, sko. Og Jim Rogers og Soros, þeir í gegnum Decode sem er skattaskjólsfyrirtæki, því það er staðsett í Delaware í Bandaríkjunum. Ég býst við að Jóhannes Slúðrari hafi gleymt að segja frá því. Að þeir komu hér og byrjuðu með Decode, þar sem margir sátu eftir með sárt ennið, voru sviknir mikið af peningum. Og síðan héldu þeir áfram, sko, það var ekki nóg að þjóðin sagði, já, heyrðu, þetta er nú bara svona fjársvikarar, sko. Við ætlum ekki að leyfa þeim að starfa neitt meira hér. Nei, þá bara opnuðu þeir hlutabréfamarkað. Og sko, stóra stóra Ponziið
stóri glæpurinn samkynja glæpum kirkjunnar í gegnum aldir til dæmis. Sem að snýst það að elítan segir við fólk, heyrðu, láttu okkur fá pening núna meðan þú ert frískur og getur unnið mikið og svona, láttu okkur fá peningi þá og svo segja þær ekki, þannig að við getum lifað eins og kóngar sko, með 5 eða 10 milljónir á mánuði og jafnvel meira sko ef þú telur með all braskið sko. Og að launum fyrir það munum við tryggja þér örugt ævikvöld sko. Og þetta næstu það sama og kirkjan lofaði, en þetta bara aðeins hinum megin við dauðan. Aðeins þannig að vestan megin við dauðan sko. Að eina sem hafa gert að þeir hafa flutt loforðið einhverjar 3 gráður sko. En hóksið alveg það sama, svindlið alveg nákvæmlega það sama. Og svo annað, ef þið hafið hort á, ég hef nú deilt hérna myndinni Brexit the Movie, ef þið horfið á hana, þá sjáið þið að Evrópubandalagið þannig byggt upp að þar kemur fram í þeirri mynd að þeir sem eru á Evrópuþinginu, til dæmis hefur einhver spurt Evu Joly hvað hún með í laun. Hún sennilega með einhverja svona 15 milljónir á mánuði í laun hjá Evrópubandalaginu, Evrópuþinginu. Og Evrópuþingið hefur akkurat engin völd yfir neinu eða neinu, bara akkurat ekki, nei, þeir ráða engu. Þeir geta ekki lagt frumvarp sem verða lögum, nema þá kommissararnir samþykkja það. Og ef þið horfið á Brexit og farið svona, og svo sko í þinghúsinu í Evrópuþinginu, að þar bara bara verslunarmiðstöð og hárgreiðslustofur og nuddstofur og hóruhús og allt bara sem að þessir Evrópuþingmenn með þessi rosa laun nýta sér. Og það allt sem hann bara virðist vera einhvern veginn í boði Evrópuþingsins eða ég veit ekki hvað. Og og líðurinn á Íslandi, það sem ég var að segja hann, hlusta eftir orðum og velta fyrir sér hvaðan koma orð. Þið veit að ég búið til fullt af orðum sko, því ég þekki þennan orðagaldur. Ég að sko, fólk veit ekki einu sinni með hvað vopnum það á að berjast. Þetta óbúslega mikið snýst orðagaldur sko. Og hafið til dæmis velti fyrir ykkur, hvaðan kemur orðið naut heimskur eða naut heimsk? Hvaðan kemur það? Hver bjóð það til? Og það elítan, það í boði elítunar sem hefur setið við völd á Íslandi frá 1662. Þessi orð eru í boði þeirra. Að elítan, eins og ég segi, þeir fela alla sína glæpi í plain sight. Og nautaat, ég fjallaði þetta áður, ég ætla að fjalla þetta aftur núna, þetta á svo vel við. Að sko nautaat elítumafían á Spáni og væntanlega Portúgal að segja líðnum söguna sjálfan sig. Af því að það líka, sko þetta fólk með ákveðin trúarbrögð, ég farið yfir þau áður. Og
Og í þeirra trúarbrögðum, þá þeir trúa á karma, sko. Þeir trúa því að ef að þeir sýna ykkur stöðu ykkar og þið bregðist ekki við því, þá situr karmað fyrir glæpaverkin þeirra á ykkur sjálfum. Og til þess að glíma við þessi öfl, þá þarftu að lágmarki að þekkja öflin. Það er eiginlega lágmarks eingöngu skilyrði. Og núna sé ég fólk eina ferðina enn hlaupa á eftir rauða flagginu. Eins og nautheimskir heimskingjar. Og það er verið að leiða líðin upp í dans eina ferðina enn. Og þið sjáið að þetta er blóðug barátta. Sko, ef þið getið ekki tekið skilaboðunum, þá eigið þið bara skilið það sem kemur yfir ykkur. Ég er eiginlega sammála elitinu með það. Að þau eru alltaf að sýna ykkur hvað er næst á dagskrá og þið þrammið alltaf með fótunum inn í réttina og kjósið aftur og aftur og sama over and over again. Og fólk er þessi fræðsla er líka á Frelsi TV, á vídeónum mínum. Þar er ég búinn að útskýra þetta í smáatriðum. En heimskingarnir segja bara, þetta er nú ekkert svona flott eins og í Kastljós, sko. Axel, af hverju ert þú ekki með svona sviðsmynd eins og Kastljós og 5 svona 10 milljón króna kamerur? Þú veist að RÚV keypti linsur, bara linsur, fyrir 80 milljónir króna. Reyndar með inniföldum mútugreiðslum, en allavega sem að þú borgaðir, sko. Og ég hef nú sennilega sloppið við það. Já, ég hef nú sennilega borgað það líka því að ég var á Íslandi held ég þegar þetta gerðist. Og veist, þið látið ykkur ekki bara segjast. Þið eruð nautheimsk. Það er bara svona einfalt. Og svo eru lífverjar eins og ég og Sturla og Hólmsteinn og Pálmi og fleiri og fleiri og fleiri sem að erum að sko í mikilli baráttu við bara að fá korter í einhverjum fjölmiðli, sko. Og það er svoleiðis allt gert eins erfitt fyrir okkur og hægt er. Og reyndar tók ég nú eftir því hjá félögum mínum í dögun að þeir sjá ekki í gegnum einn einasta spuna sem er í gangi eða fjölmiðlatrikk sem er að beita á það. Sem að, þú veist, fólkið í dögun er alveg yndislegt og barnalega einfalt, sko. Og er líðurinn, sko. Og ekki neitt sérstaklega að plaka dögun í kvöld, sko. Ég er bara að horfa á sviðið. Ég er náttúrulega kemur það núna sem Frelsi TV, sko. En þið veitir náttúrulega að ég er í frambúði fyrir dögun, þannig að það kannski það er allavega ljóst. En sko það er eins og Malcolm X segir, sko, að þú veist, við erum akurþrælar og húsþrælar og hann var að segja að vandamálið var ekki þrælahaldararnir eða meistararnir, heldur væri það að þeir væri sjálfum sér sundurþykkir, þrælarnir. Og þá var hann að tala þetta fyrirbæri þar sem að húsþrælarnir samsama sig húsbónda sínum. Og þá sagði hann þessi fleygu orð þegar húsbóndinn veiktist, að þá sagði húsþrællinn, eru við veikir, meistari?
erum við veikir. Að í öllu þessu er bara verið að lýsa einföldu mannlegu eðli. Og og sko, það sem er að gerast núna er að Ísland er ennþá undir árásum. Flest allar fjölmellur landsins eru ofurseldar erlendum öflum. Jóhannes Slúðrari er fjármagnaður af Soros og Vogunarsjóðunum sem er að rukka hverja fjölskyldu á Íslandi 100-200 milljónir bara svona aukalega og að tæma lífeyrissjóðuna með svikamyllu á hlutabréfamarkaði sem þeir komið hérna upp sjálfir. Og húsþrælarnir eru einfaldlega í hlýjunni hjá þessum erlendum masterum. En þeir eru nákvæmlega sömu stöðu og allir aðrir. Þeir eru þrælar alveg svo ég og þú. Og ég meina ef maður er seldur í þrældum og kemur á einhverja þrælanýlendu og þá hefurðu val væntanlega, eða hvernig myndum maður bregðast við vali? Viltu vera akurþrælla sem er barið á með svipum eða viltu vera húsþrælla sem þú heldur á svipunni? Það er alveg satt að það er að mörgu leyti betra að vera húsþræll, það er alveg satt, en það er best að vera ekki þræll. Það er langbest að vera meistari yfir sjálfum sér, sjálfvalda, vera í sjálfsveldisflokknum sem er á hliðarlíðinni í augnablikinu. En sko þræld, sko það hafa verið háð blóðug stríð fyrir 3% skatt. Íslendingar, eða akurþrælarnir, þeir eru með yfir 100% skatt. Fyrst er það skatturinn sem að valdstjórnin tekur. Síðan er það skattur sem að lífeyrissjóða Ponzi mafían tekur og síðan er það tekið af ykkur í vöxtum og svo með því að spila vítispeningin sem heitir króna. Já, fyrir það bara í evruna, það er sama spilavítið. Þú er búin að spila í einu spilaveiti og spila alveg við rassinn, sko, hjá háskólanum á Íslandi, mafíunni, háskólamafíunni. Og svo bara, já, ég er bara búin að tapa öllu hérna á Laugaveginu, sko, ég er bara farin í bankastræti til að spila þar, það er mikið betra, veist, það heitir það að skipta gjaldmiðil. Þú veist, ég meina naut heimskur líðurinn, á hann ekki bara hlaupa eins og naut í hringleika vitleysunni? Veist, af hverju er maður að eyða tímanum í fávita, sko? Og ég er nú búin að vera að krýta sér að píræta núna svolítið. Þeir eru nýjasta sértrúarhreyfingin. Ég hef talað um það oft áður. En það hlustar enginn á Frelsi TV nema þið örfáir yfirburða þrælar. Að að þetta er bara vitleysa, sko. Allar upplýsingarnar liggja fyrir. Og eins og sértrúarhópar eru byggðir upp, sértrúarsöfnuðir. Og þá er eitthvað doktrín, eitthvað svona, já, við ætlum að gera þetta og gera hitt og við erum svona, við erum ekki spilti flokkurinn, þótt að
það blasir við að þetta er engin breyting frá spillingunum sem fyrir er, skipulögð glæpastarfsemi sem sagt. Og meira að segja forsætisráðherra efni flokksins var að vinna við pyntingastörf í Afganistan með frú samspillingu. Og ef það hefði fylgst með Harmageddonum undanfarið, sko það er búið að vera að reka gegndarlausa áróðustarfsemi í Harmageddonum og sennilega er Egill Lokbrá ráðgjafi þeir að keyra sömu taktík og hann keyrði í Silfri Egils. Þannig hugsa hann sé stjórnandi á baku tjöldin yfir Harmageddonum. Allavega er þeir að nota sömu tækni, hann er kannski gefið þeim bara leikjabókina sína. En sko, þar eru þeir, ég reyndar sko með að vera að hlusta á, þetta var einum dropa á mikið, að ég náttúrulega er þannig í vinnu og ég get hlustað á Harmageddonar alveg bara alltaf hér að vinna og útvarpssögu og sko sértrúa hreyfingar alltaf byggðar upp þannig að það er alltaf djöfullinn sko. Það er, ef það er ekki djöfullinn, þá gengur ekki að halda fólki við efnið. Og djöfull þessara nýju kirkju andskotans er er XD-djöfullinn sko, svolítið fyndið. Að köld breytir engu hvort það er sértrúarsöfnuðir sem ég hef nú verið í eru byggður upp á sömu elementum. Og þessir söfnuðir stundar reyndar mannfórnir. Það er nokkuð ljóst. Þið þurfið ekki að rannsaka mikið til að finna það. Hérna eru að sko, ég get líka tekið bara Kristján Köld eða viljið. Ég er ekkert að sko, ég er ekkert að spáði út frá því sko. Þetta er allt samanröglið sko. Og þetta fólk er náttúrulega undir mind control sko. Og þetta fólk er nema amisfólkið. Amisfólkið er mjög klárt fólk. En það er náttúrulega í öllu mannlegu samfélagi er einhver element að því, en amis eru meiri háttar brilljant fólk. Þetta mæli með að fólk reynda að læra eitthvað af þeim. En sko, meiri sé að glæpa klíkur, eða svona götugengi, þau eru reikin á svipaðan hátt. Það er ekkert mikill munur, það er alltaf einhver erkióvinur og allir sem ógna hagsmunum glæpaklíkurnar eru djöfullinn sko. Og þetta er alltaf sama dæmið sko. Og þeir sem eru að stefna að yfirtaka Ísland, þeir kunna þetta alveg sko. Þeir eru ekkert alveg fættir í fyrradag sko. Og mér finnst ég reyndar, það var þúsundir manna hlustað á mig með þetta, en ég virðist þurfa að segja þetta aftur. Reyndar verð ég að játa það er komin ákveðin hópur af fólki sem fylgir mér, sem er alveg með þetta upp á 10. Það gleður mig mjög mikið, það léttir óbúslega mikið pressuna að mér. En sko, ég bara sýna ykkur nokkra myndir. Og þetta eru ekki samsæriskenningar, þetta eru hlutir sem er mjög einfalt bara að tékka á.
þú getur tjekkað á því bara sjálfur eða sjálf, sko. Til dæmis þetta hérna, eitthvað ný mynd hérna. Ég er búin að fara svo oft yfir þetta, sko, ég er fann að þekkja þessar myndir með þessu. Nei, ætlaði nú ekki að gera þetta. View image. Að sko þú þurfið að átta ykkur á því að þessi fyrirtæki hérna, þessi fyrirtæki eru öll til. Þið getið tjekkað á þeim, sko. Úps, hvað gerist hérna? Hvað er að fara illa með mig hérna? Tökum bara eina gamla góða hérna. Hérna séu þið. Ég meina, hérna eru nöfnin á gaurunum sem stýra þessu. George Soros, sjáðu hérna. Þetta er common knowledge. Þetta er David Rockefeller. Þetta eru bara rannsakanlegar staðreyndir. Timothy Geithner. Og þið sjáu bara hvílíkt, og þið getið farið hérna yfir. Hérna eru háskólar, sko. Skull and Bones er hérna. Randcorp, veist. Það er búið að kortleggja þetta allt saman. Rauði krossinn. Það er alltaf að gera ykkur æfingar með þið. Carnegie dæmið. Federal Express. DuPont, Microsoft. Alcoa. Við þekkjum það nú. Og hérna, ég vissum að þið áttu ykkur á því hvað þetta lið hefur mikið mútunar. Hvað eru sterkir að múta. Og reyndar, sko, ég skil alveg fólk, sko, þegar það sér þetta. Manni fallast bara hendur, sko. Veist bara, oh my god, veist, það er bara eins gott að vinna Disney. Er ekki DreamWorks tengt því? Hver fikk greitt úr DreamWorks aftur? Eða þessari samsteypu hérna? Veist, Washington Post, New York Times. Veist, kjósendur geta ekki alltaf bara verið að fá fallingun aftur og aftur og aftur. Eða, veist, það er náttúrulega það sem er að gerast. Þá geta ekkert verið að nöldra. Þá bara borgið þessa helvitis verðtryggingu og haldið í kjafti, sko. Veist, ekki vera að væla í ykkur þegar sýslumaður kemur að henda ykkur á götuna. Ekki væla í mér allavega. Ég nenni ekki að hlusta á okkur. Boy Scout, skátahreyfingin. Já, þetta eru bara samsæriskenningar, Axel. Já, einmitt. Já, það er nefnilega það. Þessi fyrirtæki eru náttúrulega ekki til, eða? Þetta er bara einhver skálduð nöfn hérna. Þú getur ekkert farið í gegnum þetta er allt saman svona top secret, sko. Þessi fyrirtæki hérna er ekki til. BP hefur aldrei verið til, sko, eða Xerox, veist. Það er ekkert hægt að ljósrita neitt. Eða Fiat, nei, það er ekkert Fiat, sko. Hvað er aðra, Axel? Siemens. Þeir eru ekkert á Íslandi einu sinni. Boeing, veist, hvað er það? Er það salat, eða? Veist, Citigroup, Goldman Sachs, heyrðu, byttu nú við, voru ekki verið að skipa ráðherra frá Goldman Sachs til Úkraínu? Það eru bara gaurar frá Goldman Sachs bankanum sem að sitja í ríkisstjórn Úkraínu og það er mjög stutt í að þið sjáu það á Íslandi, sko. Mjög stutt í það. Google, surprise. Þú veist, ef þú ert nautheimskur eða nautheimsk í hringnum, þá eru þetta örlögin. Ef þú hugsar
eins og naut. Ok, nú er ég búinn að segja ykkur myndina. Eða sem sagt, ég er búinn að segja þér hvað elitan er að segja. Ok? Sko, það er alveg möguleiki að það sé bara best að kyngja öllu og ganga bara inn í gasklefan í rólegheitum, sko. Það er alveg möguleiki, það breytir engum niðurstöðuna, sko. Að allavegna, ef það á eitthvað að reyna að taka á móti þessu, þá er eitt sem þú ert að byrja á því að gera ef þú ert naut í þessum kringumstæðum, það er að hætta að láta rauða höluna pirra þig. Lykilatriði fyrir naut, ég ætla að segja þetta svona hægt. Lykilatriði fyrir naut til að segja séns í nautabanan er að láta ekki rauðu duluna fara í taugarnar á sér. Sko, áttu ykkur á því, ekkert í þessum kosningum sem er í gangi núna er tilviljun. Ekkert. Nara, akkurat ekkert er tilviljun. Það er verið að veifa rauðu dulunni á heimskingjana, naut heimskingjana, og þegar þið hlaupið í duluna halvvitunar ykkar, þá býður spjótið eftir ykkur. Aftur og aftur og aftur, og lykillinn að því er reiði ykkar og hneykslun. Já, þetta er alveg ómögulegt, sko. Já. Þeir bara sögðu að hún var á feiti í þessari fegurðarsamkeppni, sko. Fegurðarsamkeppnir eru alveg ómögulegar, já. Hún feminista kellingin ætlar að borga fyrir hana flugmiða. Svo indæl. Já, kannski eru feminista bara frábærir. Getur við, hei, þetta er interesting. Feministar eru svo yndislegir. Þeir eru að borga fyrir bara feitar fegurðardísir. Þetta er spuni. Það verður að spila með ykkur. Þið eru naut heimskir hálfvitar. Ég ætla nú ekki að kjósa Axel. Veistu hvað hann sagði? Það sagði ég að vera heimskingi. Já, það er nefnilega málið. Stundum næst skot, sko. Stundum nær nautið að slá tilbaka. En í flestum tilfellum þá endar þetta svona. Þetta er endurinn. Þetta er því miður. Þetta verður loka niðurstaðan eftir næstu kosningar. Þá verður Landsvirkjun gefin einhverjum elitu plebba eða plebbum. Getur vel verið að henda einhverju spítala til þess að drepa ykkur svona á snyrtilegan hátt. Og við þessir fábjánar sem erum að bjóða okkur fram, sko, erum eitthvað að berjast í þessu og reyna að tala við fólk og svona, það er bara, þið eru bara með nasahringinn eins og nautir, sko. Þið eru bara dregin á, já, ekki kjósa sjálfstæðismenn, hvað meinið við því, sjálfstæðismenn? Þið fáið ekki einu svona farin á Austurvöll, það er búið að girða ykkur af líðurinn ykkar. Og þegar forsetinn tók við embætti þá tekið við eiðunum og sett á sig allt musterisk lingrið og allir öll musterisregla bara mætt og þjóðin mætt þarna upp í þinghús og bara forseti vor, húrra, húrra. Svo opnar hann hurðina og vinkar til líðsins. Halló, fábjánar, halló, líður. Akkur þrælar, hvernig gengur á okronum? Hurra, jæ. Svo fer hann inn aftur og
Já, ég mun tryggja þjóðinni öryggi og ég mun sleikja til hann á öllum í þjóðinni og bara gera allt fyrir þjóðina. En hann bara, sko, hann gaf fokkmerki á líðin eins og allt þetta lið gerir, sko. Og ég er ekkert að dæma Birgittu, ég meina, ég skil alveg mannlegar hvatir. Guð hjálpi mér, ég er ekki að dæma hana. Baráttan sem við eigum við er ekki við fólk á holda blóði. Það er við þetta dæmi. Og ég meina, ég veit ekkert hvort að ég stenst þá freistingu að fá að vera húsþræll. Það er ofsalega hlýtt og notalegt, sko. Maður var að vera með í öllum partíum, reyndar er maður þjónn, sko, en það er sama, er allan með. Þú ert ekki út á akrinum, sko. Það er sannarlega þægilegra, sko. Ég átta mig alveg á raunveruleikanum. Og en ég meina, er ekki betra að vera í tengslum við raunveruleikann, sko? Og þessi meistarar, masterar eða þrælahaldarar, það er alltaf svolítið vesen svona að halda úti svona þrælakistum, sko. Þannig að þeir eru óbúslega svona merciful, þeir eru svona, ég ætla að vera svo góði við líðin. Já, veit það líður, þið megi velja hvar þið sofið á akrinum. Og þið megi bara byggja þessu hús sjálf eins og þið viljið og þið bara finnið allt efni og gera allt sjálf, skilur, þið megi það. Og svo bara komið þið ykkur saman hvar þið viljið sofa í kofunum en ef þið vogið ykkur að koma nálægt húsi meistarans þá sendum við lögguhaugana á okkur og þeir drepa ykkur eða fangelsi ykkur og hængi ykkur. Eða fjölmiðlarnir gera lítið úr þér og hæðast að þér fyrir framan alla hina akurþrælana. Þú veist það var í þessum þrælastöðu þá þeir sem að reynda eitthvað að gera, það er nú þetta fímakamp og allar þessar pyntingabúður allan heim, sko. Að þeir sem ætlaðu að reyna að gera eitthvað, sko, þeir voru náttúrulega bara teknir og hústryktir fyrir framan alla og nánast í dauða, þannig að fólk léti sér ekki detta í huga aftur svona vitleysu, sko. Og að meðan að nautheimsku líðurinn er hlaupandi á akrinum fram og tilbaka eins og fávitar, meiðandi hvort annað daginn út af daginn inn og getur sér ekki komið sér saman um eitt eða neitt. En það allavega bætir ekki stöðuna. Og til þess að viðhalda þessu ástandi þá þarf að þetta ástand er núna keyrt á blekkingum. Og já. Þetta er bara vonlaust. Þetta bara þetta er ekki hægt. Þetta er því miður niðurstaðan. Þarna sérðu spegilmynd af þér, kæri akurþræll. Kæri akurþræll. Ég er full af samúð með þér, sko. Og ég virði alveg akurþræla sem vilja eitthvað aðeins komast inn í lífuna, sko. Og komast undan spjótunum, ég skil það alveg líka, sko. En málið er að ef að fólk, nú allt í einu hrökkum í smá bjartsýni, veistu, ég var að játa það, ég þarf aðeins að hugsa hvort ég nenni að tala um það.
Sko, ég ítreka það að ég er á móti öllu ofbeldi og ég er á móti skipulagðri glæpastarfsemi. Það sem að elítumafían þarf að átta sig á, að þeir eru með þessu lagafargani og einhverjum samningum við Sameinuðu þrjóta og eitthvað slíkt, þá eru þeir búin að réttlæta fyrir sjálfum sér að beita skipulagðri glæpastarfsemi. Það sem er stundað, valdstjórnin og þetta stjórnkerfi og allt þetta drasl þarna með dönsku krónunu á toppnum. Þetta er skipulögð glæpastarfsemi. Þeir eru meira að segja búin að skilgreina það sjálfir í sínum eigin skjölum. Ég hef gert grein fyrir því áður. En það sem að þessi mafía þarf að átta sig á, að þegar að líðurinn átta sig á því að þið eruð að stunda skipulagða glæpastarfsemi, þá er líðurinn mjög fljótur að skipuleggja sig til sömu verka. Mjög fljótur, sko. Og við vitum bara, þetta er ekki fyrst skipti sem að þjóðir eru í þessari meðferð sem að Íslendingar eru í. Og við erum bara það er svo mikið Guðs blessun yfir Íslandi að, það er bara að koma himnasendingar eins og skrilljón túristar með fulla vasa peningum og við sjáum í landa skuldirnar að fara niður. Þess vegna var náttúrulega farið í þessa aðgerð að splundra stjórninni sem var að ná skuldunum niður og hugsanlega einhvers konar sjálfstæði og og að byrja vitleysunni aftur, sko, og sveifla rauðu flökkunum þannig að þið hlaupið í á veggi og hægið ykkur eins og hálfvitar, sko, og takið nokkuð halleluja hopp í Pírötum, sko, að sko, þegar ég kom með þessa tillögu til dögunar að fara fram opinberlega og leita samstarfs við Framsókn og Sjálfstæðisflokkinn, þá var mér full alvara, sko. Af því að staðan er núna þannig, hér og nú er staðan þannig, að fólk er að grafa sig í skotgrafir sitthvoru megin við Austurvöll. Og það er ljóst að það verður mannfall báðum megin, sko. Þið elituplebbar vitið það jafnvel og ég að þið komist ekkert endalaust svona áfram, sko. Og fyrir utan það, að þá náttúrulega vitið það að erlendu masterarnir, þeir vilja að Austurvöllur renni í blóði. Það veit elitan líka. Þið þarna musteris plebbar sem eru með leynufélög, sem eru með einokun á öllum embættisstörfum landsins. Musteris plebbar eru héraðsdómarar, bankaráðsmenn, ráðherrar, yfirmenn lífeyrissjóða, veistu hvað, ég sé í gegnum þetta allavega. Ég meina, fólk veit hvar þið eigið heima, þau þurfa að búa einhvers staðar. Ég meina, allir bara, reyndar hef ég sýnt ykkur fram á gögnum það stendur til að drepa 200.000 Íslendinga. Það er bara til á pappír hjá hernaðarkomplexnum. Það er bara skrifað niður. Ég meina, kannski er eiginlega búin að semja það eitthvað, ég veit það ekki. Já. Þannig að sko, eitt rautt flagg, sko, ég er alveg sammála, ég er búin að segja það 150 sinnum að elitan á Íslandi, elitumafían, valdstjórnin, stjórnkerfið er skipulag glæpasamtök. Allt draslið. Ertu Framsóknarmaður, Axel? Hvað ertu eitthvað að tala fyrir Framsóknarflokknum? Bara svo ég taki orð Birgittu mér í munn, fuck you. Bara, ég er ekki að tala við, bara pissa þér inn í burtu, sko. Þú er ekkert að gera hérna að horfa á Frelsi TV.
Þú er ekkert leyfi til að horfa á þetta. Ég á höfundarétt á þessu. Kíktu bara hérna undir. Þetta er allt saman merkt copyright frá mér. Drullaðu bara í burtu helvítis hálfvitiðin. Gjörsamlega gagnlaus hálfviti. Þetta er bara að þvælast fyrir og drullaðu þær út. Þegar við vorum að vinna í Hagsmunasamtökum heimilanna, þá kom ég upp með þetta plan að fara í greiðsluverkfall. Já, það var ég sem fann það upp. Og í stjórn Hagsmunasamtaka heimilanna var fullt af liði frá Samspillingunni og Vinstri grænum og já, eiginlega bara þeim. Og einhverjum svona hálfvitum, sko. Og þeir voru allir bara, nei, við bara tölum bara við, ég meina, þetta er bara svo samningur og við bara mótmælum, fá nýja stjórn og fá nýja stjórnarskrá og bla, 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 bla. Þeir vildi aldrei gera neitt, sko. Að þetta er bara svona umræðuferill og þetta er bara svona hinsegin. Svo sitja þeir bara uppi með 100-200 milljónir í skuld og ekkert eftir í höndunum. Þú veist, eftir tartaringar vinstri nautabanana, sko. Það skiptir engu máli hvort að nautabaninu er örvhentur eða rétthentur, það breytir akkurat engu. Þetta lið er ekkert að heldur að lið sín er að þingja sig að ég er nú hægri maður og ég vil hafa svona, ég er vinstri maður, heldur það? Í alvöru? Þetta lið er að pæli því hvernig getum við styrt okkur í elitun og stóli meira af fávitunum. Það er það sem þeir eru að pæli. Og hringja í Rockefeller, já, er ekki að koma hérna gamla fólk í dauðasbrautanum, hvenær kemur hún, segirðu? Já. Nei, fólk fari engar ellibætur nema að taki þessa sprautu, sko. Já, svona bóluefni svona, já, einmitt, ok, bæ. Þetta er opinbert, þetta er planið. Curling the population heitir það. Þetta er allt saman í plain sight, fyrir framan nefið á þér. Það er bara svona samsæriskenningar, ertu framsóknarmaður? Fuck you, ertu ekki farinn hálfviti? Hvað ertu að gera hérna þá? Það fóru nú 3. Gott, þú veist, ég er ekkert að tala um svona hálfviti, það er bara þvælast fyrir. Nú, síðan voru nokkrir aðilar í Hagsmunasamtökum heimilanna, Hólmsteinn til dæmis, og hérna Marino Njálsson, Ólafur Garðarsson. Þetta minni mig voru nú prima mótusar í þessu. Og svo töluðu við þessa svona framámenn í verkalýðshreyfingunni eins og Vilhjálm á Akranesi og einhvern veginn Húsavík, manni hvað heitir. Þeir voru bara á móti þessu. Þeir fannst það bara fáránlegar hugmyndir. Svo eru þeir eitthvað svona stjörnur alveg, þú veist, já, ég reyna að vera fósita þessi í, sko. Já, ok. Fuck you too, ertu bara úti, bara þvælast fyrir. Og það sem að elitan, það er bara mannkynssagan segir, að elitan, hún er alltaf drepin fyrst. Henni er skúbbað út fyrst. Það er ekki örfáir sem fá að bara vera áfram, sko. Og þeir fara þá yfirleitt í gegnum veikindi eða dauða. Það er feikaður dauði eða feikur veikindi til þess að koma þeim frá. Og síðan er byrjað á elitinu, sko. Að slátra henni, sko. Eða, þú veist, rústa henni. Og þetta eru bara einfaldar staðreyndir. Mjög einfaldar staðreyndir. Og hérna allavega ef að við erum akurþrælar og getum ekki á nokkurn hátt komist út úr stöðunni, eigum við þá ekki að reyna að nota tíman á akrinum til þess að njóta lífsins á meðan við erum föst á akrinum. Í staði fyrir að vera að eldast fyrir auðar truskur út allan trissur og meiðakortana, sko. Ég er alveg, veist, ég er alveg opinn fyrir því að þetta sé staða sem við komumst aldrei úr. Menna Ísland var hertekið 1662 og það er ennþá í þeirri stöðu.
Já, en 17. júní. Já, einmitt. Það er bara dagur. Hérna, já, það sem ég var að segja með Hagsmunasamtök heimilanna, þeir sem komu á fund til okkar var einn stjórnmálaflokkur sem kom til okkar á stjórnarfundi til að ræða þessar aðgerðir. Vitið hvaða stjórnmálaflokkur það var? Það er rétt að benda ef þið vitið það. Ég veit náttúrulega Hólsteinn þetta. Einmitt, það var Framsóknarflokkurinn. Hvað er mest dímoniseraði stjórnmálaflokkur Íslandssögunnar? Fyrir utan sjálfsveldisflokkinn. Nei, þú veist. Hvers virði er það að eignast allan heiminn ef maður glatar tilverunni? Ég er alltaf búin að lýsa yfir að sálinn hóps. Þannig að unum samtum á ekkert við mig lengur. En það er nefnilega sko, ef að líðurinn hættir að vera heimskur, þá er þetta að gera svo margt. Það er að gera svo mikið með skynsumum líð. Og ef að þeir sem að fara í húsþrælinn eða húsþræla dæmi sko, þá sem ennþá meira sem þeir geta gert. Þeir geta valið það að sjúga titlingin á meistaranum alla daga, eða þeir geta reynt að hjálpa akurþrælunum eða að plotta saman öll sem eru þrælar. Annars heldur þetta bara áfram ring eftir ring og bara ekkert breytist og ekkert gerist. Já, endurræsum kerfi. Endurræsa hvað? Það er bara að tala um að bylta drullunni. Það breytir engu. Bara sama drullan áfram. Breytir akkurat engu. Þess vegna var það mín hugmynd og nokkur aðeila í dögun að rétta út höndina til elitunar. Ekkert víst að þeir taki í þá hönd, alls ekki. Og ég sem neðarlega maður á lista, ég er nú ekkert mjög ofalega, en það er hægt að sitja mig upp, það er tæknilega hægt. Ég allavega held ennþá útréttri hönd til þeirra sem vilja taka þessa baráttu við þessa erlendu mastera eða þessa þræla herra sem að hafa sko lagt hvert landið í klessu eins og Úkraína. Það er viðurkennt að Soros hendi $biljónum þarna og er ennþá að dæla peningum í að destabilisera Úkraínu. Og það er einmitt liðið sem við sjáum, ef við hlusta á Harmageddon, upptökur þaðan, það er bara að byrja þátturum með einhverjum svona stjórnmálaprófessor, svo fer hann að nefna Jón Steinsson, hann er nú fínt fjármálaráðherra, sko. Svo gerði hann mistökið því vittar að segja, já, ég er nú reyndar pírati, sko. Svo kemur í næsta einn á milli og svo kemur næsti, já, kemur Birgitta sjálf, sko, já, bla, 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 bla. Og svo segir hún líka, já, ég er nú að spá í, sko, það væri nú sniðugt að fá Jón Steinsson sem fjármálaráðherra, og tilviljunarkenninga kenninga fólk trúir þetta bara við tilviljun, bara sjá ekkert samhengið í neinu, sko. Fólkið í dögun fattaði þetta ekkert. Ég mónitor aðeins hvað er að gerast þar, en ég er nú ekki með mónitoringu á aðra flokka, það pikkaði enginn upp á þetta, enginn. Þeir eru bara að svara, já, hvað viltu gera við þennan hóp og þennan hinn, og við erum bara að svara, við erum að skrifa. Bara ekki í sambandi, eða fyrir utan náttúrulega lykilatriði eða lykilfólk sem er mjög sterkt, sko. Og ég er að vonast til þess að þið raðið því fólki upp listana. Þeir sem eru til dæmis bara, sko, ég myndi aldrei gefa eftir verðtrygginguna til dæmis, og ég myndi vilja til dæmis rannsaka frá 1662 skipulagða glæpastarfsemi sem hefur í gangi í landinu. Og þið vitið að allt sem öll auðæfi sem myndast við skipulagða glæpastarfsemi eru end og græf.
Þannig að það þarf að takast á við þessu öfl af einhverju viti og þótt að menn hati Sigmund Davíð, þá hefur hann verið að gera það. Það þýðir ekkert að sveifla einhverjum rauðum tuskum í andlitið á mér. Já, hann er eflaust spilltur og pabbi hans fékk náttúrlega bara á silfurfati fullt af hlutum sem að er undir þessu skipulagða glæpastarfsemi endurskoðunardæmi hjá mér. Þú verður að spurja þig, af hverju sé ég rautt þegar ég heyri Sjálfstæðisflokkinn nefndan? Alveg svo fólk í kirkjum þarf að spyrja, af hverju sé ég rautt þegar ég heyri djöfulinn nefndan? Það er af því að þetta er mind control. Það er verið að spila með þig. Og ef þú nærð ekki að yfirvinna, þá ertu jafn gagnlegur og naut. Naut heimskur, eða sannlega nauti gagnlegra en þú. Og við sjáum örlög nautsins. Það er spilað á það, á veikleika nautsins og síðan er það drepið hægt og hægt svona for fun. Já, ég var að segja með þetta lið sem að svo kemur einhver önnur kettling þarna til Harmageddana og hún er bara CIA. Já, ég er bara svona að hjálpa henni með svona social media og við erum hérna hópur sko og svo koma 2 aðrir hópar sko þennan daginn og hinn daginn. Wendy Wong eða eitthvað heitir hún. Og svo bara birtu ekkert viðtal við hana og var eitthvað svona að reyna að fela þetta og svo var náttúrulega að sjá síðasta viðtal við mig og það viðurkenndi þetta bara. Þeir viðurkenndi að ég var að spila svona game og buðu mig samning sko. Hvað kostar þau? Þannig ég er búin að fá 1 tilboð allavega. Frelsi TV starfar ennþá á engu. Þannig það kemur ekkert inn á bankareikninginn á Frelsi TV. Hérna kíktu inn undir. Það er bankanúmerið inn undir. Sér það? 110. Það er Sparisjóður Suður-Þingeyinga. Eini banki, þeir fóru ekkert á hausinn, lenti ekki neinu vandræðum. 26 er höfuðbókin. 34, 33. 33 er náttúrulega heilög tala, það ekki? Og svo er kennitala mín það. Þetta virkar allt saman, sko. Já, þú talaðir um Framsóknarflokkinn? Já, í hvaða samhengi? Farið eitthvað út í að vera að hlaupa eftir rauðum flöggum og finnur ekki stunguna þegar hún kemur í bakið eftir að aftur og aftur hleypur hringinn. Eins og nautið. Og það er fullt af áhorfendum að horfa á þig. Það er bara vinstri grænir, vinstri grænir, vinstri grænir. Á! Ha? Þau stungum mig í bakið. Hey, Björt framtíð, Björt framtíð. Á, ég var stungin í bakið. Píratar, stungin í bakið, veist. Þið eru bara hálfvitar. Það er eitt flóknar það. Nei, miður. Ég er bara að vera hreinskilinn við ykkur. Þetta form hjá honum er ekkert nógu gott sko. Svo hann er bara með svona eitthvað svona skeinipappír á baku sig og svo hérna sándið hjá honum ekki í lagi sko og myndin séð á hárgreiðslunni og þetta er bara allt hómulegt sko. Fuck you bara. Hvað ert þú að gera? Hlaupir hringi? Frábært. Keep up the good work sko. Ekki koma að klagi mér þegar spjótu kemur í baki á því næst. Bara ég hef ekki áhuga að heyra í þér eins og því. Bara fuck you. Ég hef samúð með þér. En bara ekki vera væl í mér sko. Ég er búin að vara þig við. Elitan er búin að vara þig við 100.000 sinnum. Erlenda mafían er búin að birta öll plön. Hefur einhvern veginn farið inn á vef Sameinuðu þjóðanna? Hefur einhvern veginn farið inn og lesið það sem er að segja? Hefur þú hort eitthvað meira en 3 mínútur á eitthvað vídeo á mér? Flestur horfa bara 3 mínútur. Hérna er þessi. Bara fuck you. Bara uppskerð eins og þú sáir í fávitiðin. Einmitt, það er bara hrundi hérna fullt af hlustendum. Frábært. Og svo hérna þaðan í dögun, sko, það bara má ekki móðga neitt og bara alveg,
Svo kom þessi til að, já, við ætlum bara að tala við Framsókn og Sjálfstæðisflokk og þetta var allavega frá mér og fleirum þarna í fullri alvöru, sko. Og svo var bara, 3 mínútur liðnar, bara, þetta var bara grín. Þú veist. Já, einmitt. Þetta er bara svona grín, sko. Já, já. Ég meina, hvað stóða mann heiminn að eltast við peninga? Þú getur prentað þessa ávísun út, það er hérna vídeó það sem ég kynni þessa ávísun. Getur skrifað hérna bara 500.000 trilljón dollara eða krónur eða bara hvað þú vilt. Þetta er peningakerfið. Þetta er, that's it. Þú getur alveg eins opnað reikning hjá himneska föður eins og einhver annar. Það á engin einkarétt á því reyndar, sko. Það er fullt af fólki sem á einkarétt á að stofna banka og gera alls konar hluti. Það er enginn sem getur bannað þér að opna reikning hjá himneska föður. Hann opnar reikning fyrir alla. En það er að þú ert svo heimskur eða svo heimsk að þú ert í kvölum þínum. Og þá bara leigðu þar. Ég meina, þú getur farið í Íslenska letifélagið. Ég verði sannlega með einhver aðra breytingun þar, félag íslenskara letingja. Því ég hætti að nenna þessu, þá fer ég að sinna því. En hérna, já. Ég þakka ykkur fyrir komuna, því sem sitið eftir. Því reynda að vita það nú oft, ég þarf reynda bara að fara að sofa, sko, annars bara ég nú til að halda áfram. En hérna erum einhverja spurningar eitthvað, ég var að tala um að blogga og bugga, komur nú bara eitthvað svona fávita komment hérna fyrst. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að svara. Augljóst að dæmið Ponzi-svindl er lífeyrissjóðakerfið, já, það er alveg hárrétt. Og ég sé enga mun á því að vera með 10 Ponzi sameinuð í 1 Ponzi, sko. Ég sé enga mun á því. Rockefeller fjölskyldan ekki influencer lengur, nei, einmitt. Það er eitthvað allrámt þau þar. Þau voru það á 20. öldinni, nei, það er ekki svoleiðis. Ég var að tala um einkavæðinguna, þetta eru skipulagðir glæpamenn. Já, ok. Ekkert að ég verið kallaði fíblan að slæði, en ég meina, eins og ég segi, þú veist, bara það snýst ekki við fólk að holda blóði og ef ég meiði ykkur þá er það ekki meiningin, sko. Það er ákveðið andlegt stríð í gangi eða hvað, ég kann bara ekki annað orð yfir það. Huglagt stríð eða hvað humanistarnir vilja kalla það. Það er ákveðið áróðusstríð getur það kallað, já, áróðusstríð er í gangi. Já, ég var áfram að tala um þarna samstarfið með sko, það eru á öllum efstu listum Pírata er fólk frá Sameinuðu þjóðunum eða frá Sameinuðu þjóðunum og NATO, sko. Þetta er NATO, já. Þarna var einhver kelling á öðru sæti fyrir neðan Smára McCarthy, held ég. Og hún hafði verið í einhverjum svona út allan heim þar sem NATO og Co. hefur verið í stríðsglæpum. Þar hefur hún verið í einhverjum svona furðulegum störfum, sko. Og svo er hún komin hingað, sko. Þannig að farið, ég hef nú fjallað um þetta eitthvað, held ég, og farið bara yfir þetta sjálf. Það er major innrás inn í landið frá NATO og Evrópubandalaginu. Sem er sama stofnun, Evrópubandalagið er bara bjúrokrati fyrir hervaldið NATO, sko. Sem að hersetur Evrópu. Það er ekki öfugt að þetta sé að verja Evrópu, heldur þetta hersetulið Evrópu. Og stjórnmálamenn í Evrópu eru fattir að segja það að okkur stendur miklu meiri hætta af Bandaríkjunum heldur en Rússlandi. Og Brexit var ekki bara út af þessu Evrópubandalagskjafta því að breska drottningin er náttúrulega einsti koppur í búri að reka Evrópubandalagið, sko.
að það er ákveðnar blekkingar hann í gangi, sko. Brexit er hugsanlega bara tímabundið út af hernaðarmálum. Það er verið að taka hernaðarstöður, sko. Og, sko, það sem að þegar ég var að tala um erlend mál, sko, þá er ég oft svona búinn að segja nokkrum mánuðum áður hvað er að gerast. Og til dæmis þegar ég er að leysa fölsku fánann eins og í Frakklandi, þá voru, sko, frönsk skip komin fyrir utan Sýrland og Líbíu, vikunni áður en fölsku fánarnir voru keyrðir, sko. Og þess vegna gátu þeir byrjað loftárás bara 15 mínútum eftir leikritið, sko. Þú veist, ef þú veist ekki svona, þá áttu bara að vera heima uppi í rúmi undir sæng að sjúga puttana á þér, að þú ert bara barn. Að og þetta er, ég ætla nú að fara yfir reyndar hérna svolítið, ég ætla að sýna ykkur hérna nokkrar vefsíður sem að eru með mjög góðar upplýsingar. Ég átti mig ekki alveg hvort það eru margir nýir hérna eða hvort það komast úr NATO, já. Við getum þetta verið í varnarbandalagi en ekki árásarbandalagi. Það er hérna Zero Heads. Og ég auglýsi líka eftir fólki á Frelsi TV. Ég ætla að reyna að auglýsa eina fyrir enn. Fyrsta lagi drulllisti til þess að styrkja mig. Þú veist, come on. Og og endilega hjálpið mér. Ég er með hugsjón fyrir Frelsi TV. Ég hef mikinn áhuga að fara að klippa myndbönd öðruvísi, sko. Þessi Zero Heads er alveg snilld. Það veit enginn hver þetta er, en fréttirnar hans eru svo spot on. Svo vil ég sjá hina hliðina á því sem er að gerast í stríðsmálum. Þá er, sko, Press TV mjög góð. Það er, sko, þið getið aldrei treyst einhverjum einum fjölmiðli, ég er ekki að segja ykkur að gera það, skilurðu. Að þú veist, í Jemen bara, það er allt í gangi þar. Þú heyrir næstu ekkert um Jemen á Íslandi. Þar eru bara stríðsglæpir að daginn út af daginn inn, sko. Finnsk stjórnvöld voru í Sádi-Arabíu til þess að hjálpa þeim að sprengja, gera meiri stríðsglæpi, sko. Á rt.com, en ég ítreka við ykkur að þið getið ekki tekið bara einhvern einn fjölmiðil og gleypt hann, sko. Þið verðið að það er ekki að RT er svolítið bland í poka, sko. Það fyrir svolítið eftir eins og Keiser Report, hann er mörgulítið ágætur. Já, RT er mjög, það er margt mjög gott stöff inn á RT, sko. En hún er, sko, Press TV er nokkuð stabil í að bara segja hvað er í gangi. Annað með UNESCO, það er verið að tala um að gefa 67% af Íslandi. Ef að vinstri stjórnin kemst inn, þá mun 67% af Íslandi fara undir UNESCO. Og allstaðar það sem að NATO sprengir allt til helvítis, þar er UNESCO dæmi í gangi, þetta World Heritage dæmi. Þannig að það er stórhættulegt að láta það fá svæði. Þeir eru með Þingvelli og Reykjanes, veit ég. Og ef að þið hættið ekki að vera svona helvítis hálfvitar, þá endið þið bara í Palestínu, sko. UNESCO er landtöku fyrirbæri. Svo gerast það stundum að UNESCO yfirtekur menningarverðmæti og gjöreyða þeim og kenna náttúrulega Grýlu Grýla hafi eitt þessu drasli. Og það getur við átt von á til þess að Þingvöllum eru bara þurrkaðir út eða þannig að, en alls þar, sko, ef þið sjáðu hvar verið eins og Mósúl eða
hvar sem að þið sjáið að verið er að sprengja, þá getið þið fundið UNESCO land nálægt því. Og já, þannig að þetta er svona tveir sætar sem ég mæli með. En já, ég er náttúrulega í þessari pólitík, sko, og mér, sko, mér mér er sko alveg nákvæmlega sama þótt að fólk sé að veiða einhverjum rauðum tuskum í kringum mig og þið megið hata mig eins mikið og þið viljið, mér er svona skítsama. Ég hef enga þörf fyrir að nokkrum einasta manni líki við mig eða þú veist, Axel er svo frábær, ég ætla að kjósa hann, bara fuck you, ég hef bara engan áhuga á svona sleipjuskap. Það er bara ákveðnir hagsmunir í gangi fyrir íslenska víkinga og margir af þeir sem eru í elitumafíunni eru ekki íslenski víkingar. Áttuð ykkur á því? Og það sem að þessi plebbar gera sem að eru í Sameinuðu þjóðunum, þeir útrýma First Nation. Þeir útrýmdu Indjánum, sko. Og Íslendingar, við íslenski víkingar erum First Nation. Og hérna er bara komið fullt af einhverjum útlenskum plebbum sem ætla að vera forsætisráðherrar og þetta er ekki víkingar, sko. Og eru bara í Afganistan, þið vitið í Afganistan, þar er verið að rækta ópíum. CIA og leyniþjónusturnar sjá að dreifa þessu. Landhelgisgæslan er á fullu í því líka til dæmis. Íslenska landhelgisgæslan sem sagt. Og Joe Biggs hjá honum Alex Jones, eða Bill Hicks við okkar, hann gaf vitnisburður það að ef að bændur í Afganistan vildi ekki að rækta ópíum, þá fóru þeir og sóttu það og pyntuðu það. Og fjölskylduna þeirra, þá allir samþykktu það að rækta ópíum. Pældi því. Hefurðu heyrt þetta einhvern tímann? Nú, var ekki búið að segja þér þetta? Ertu sem sagt hálfviti? Eins og ég var að segja. Þú veist, sama var með Úkraínu í sko það eina sem að kemst semst í seinni heimsstyrjöldinni, held að það hafi verið seinni frekar en fyrri, ég hef gert vídeó um þetta, þá voru drepnir 7 milljónir Úkraínubúa, eða Úkraínar, og það voru þessi sósíalistar. Þetta er allt saman sama sullið, sko. Og þessna er svolítið eina tókstreitan hjá sósíalistunum, eða þessum marxistum og kommunistum og þessum hópistum, er hvort þetta á að vera global eða national. Það er eini ágreiningur sem er í gangi. Og þeir drápu 7 milljónir manna í Úkraínu og það var mjög svipuð aðgerð og er í gangi á Íslandi. Og þið vitið að Úkraína er bara, þú finnur ekki betri jörð til þess að rækta stöf en þar. Og þar svalt heimafólkið, Úkraínufólkið, dó úr hungri og blessu börnin voru orðin svo svöng og þau reyndu að fara inn á akrann og tína bara svona það sem hefði fallið til og þau voru bara skotin, drepin á færi. Og ég veit ekki hvort þið áttið ykkur á því, sko, þessi corporate eða þessi, og þetta líður allt saman, já, ég nenni ekki að, þú veist, ég er búin að fjalla um þetta áður. En já, einmitt, frábært. Páll Jónsson er með fullt af góðum myndum. Ég meina, komið inn á Frelsi TV, ég skal sýna ykkur það. Komið inn á Frelsi TV hópinn og farið að deila hvort öðru og, þú veist, ég get ekki endalaust sparkað í raskatið á okkur, sko. Þú veist, þið verðið aðeins að vera með, sko, eða flytja til Úkraínu, eða þú veist, Úkraína verður flutt hingað til okkar. Já,
Komið þið hingað, kæru hlustendur. Frelsi TV samsæringar, opinn hópur. Og sko, hann Guðjón stofnaði íslenska samsæriskenningarnar. Allt í góðu lagi með það, því það er náttúrulega bara hans fínri. Og sú grúppa fór nú ekki alveg svo við hefðum vonað, eða hann hafði vonað og ég með honum svo sem. En þetta er til dæmis alveg frábær vettvangur til að dreifa, deila linkum á myndir. Alveg bara heimildarmyndir, bara dæla hérna inn og eins og þú varst að gera, Páll. Já, síðan þú varst að gerast meðlumur. Frábært, velkomin félagi. Að sko þessi kjarnahópur sem að þið eru að komast upp í næstu gráðu. Ég er að vera að hugsa um það daginn. Það fá mér hvítan kött. Ég var að velta fyrir mér að stofna leynireglu, íslenski víkingar. Og get alveg að gera það. En ég er bara svo mótið svona leyni. Djöfullinn felur sig í leyninu. Ég vil það ekki. En Frelsi TV, samsæriskenningar á heimsmælikvarða, bara dælið inn vídeóum. Ég er farin að setja þar inn, sko, ef ég dett eitthvað gott vídeó, þá hendi ég þar inn. Og þið þurfum ekkert endilega að skrifa neitt óalega mikið, það er bara að fá linkana á myndum. Já, heyrðu þá, það er hægt að segja, já, frábært, sko, frábært, heyrðu. Kannski Guðjón meistari hjálpið mér með þetta. En það er hægt að leita í hópnum, sjáðu. Þannig við getum kannski sagt, sko, 911, þú veist. Ekki 911. Damn. En þá getið þið skrifað, sko, leitarorð í kommentið, væntanlega. Þú var ég að accepta. Býtum við. Ég gera bara fleiri. Já, heyrðu. Það eru fleiri, já, þið getið bætt hvort öðru við. Ég skal finna út af því. Já, frábært. Ég ætlaði nú reyndar ekki að hafa það þannig, sko. Já, ég er bara einn stjórnandi. Ok, ég finn út af þessu. Ég bæti bara við stjórnendum mína. Sem að geta hjálpað mér við. Er það? Já. Já, ok. Já, ég er orðinn þreyttur, sko. En eins og ég var að segja á hann, ég er með alls konar hugmyndir hvernig ég geti þróað Frelsi TV lengra. Og ég ætlaði að gera jafnvel, sko, ef að mér tekst að helga með þessu starfi, sem ég sé nú ekki að sé alveg á næstunni, þá mun ég þá myndi ég gera jafnvel svona áskriftarás, þar sem að ég myndi klippa efni og gera það flott, sko. Það er bara svona, yes, þú veist, efni, skilur. Og þannig að já, nú er ég að vinna og tala yfir fyrirgeðu mig það, en þess vegna það maður að klippa og þá var ég að spá í að fara yfir svona eins og þennan þátt í kvöld, sko. Þá myndi ég
taka þennan þátt og klippa hann og jafnvel 2, 3 aðra í stuttan þátt sem væri þá elitugrúpan myndi sem að borgar eitthvað gjald á mánuði eða sem sagt áskrifendur myndu þá fá aðgang að fínum klipptum vídeóum, skilurðu. Þannig er nú það. En ég takk fyrir að koma í kvöld, það komu nú engar spurningar. Og já, rétt hjá þér Páll, ég fjallaði um það áður þegar að Talibanar þeir vilja ekki framleiða ópíum og það snýst Afganistan stríðið. Þeir vilja ekki. Þess vegna er ég að segja sko að það að mörgu leyti sko já, ég fyrirgefi mér, ég er komin í að sinna þessari síðu sem ég ætla að fá okkur inn á. En endilega gerum þessa síðu lifandi og ef við finnum úst á hérna ertu. Ok. Páll, ég var að finna þig sko. Samþykkja, ég þarf að samþykkja fólk. Ok. Þú ert samþyktur. Velkomin í Leynifélagið. En já, ég ætla nú ekki að gera neitt fyrir kosningar sko, ég ætla að leyfa þeim að líða og svona, en jafnvel í næstu viku myndi ég fara að safna peningum bara til þess að gera þetta professional sjónvarpsstöð. Það sýnist ekki vera vanþörf á því. Og og ef að þið viljið vera með í því þá endilega látið mig vita og gerum Frelsi TV að frelsandi stöð fyrir Íslendinga. Svo getur vel verið að við getum þetta sé bara, en þá allavega ef að það er ekki hægt þá hættu þá að rífast og reynum að gera það besta úr lendinu sem hægt er. Og þetta sem að nú ég fann að kemur í þess að það er í tónlist, ég þarf að koma tónlist í þessa live þætti þá get ég fengið hugsunarpásu á milli og ég meiri segja hugsunni fyrir því að vera með útvarpsstöð á Íslandi að broadcasta þessu efni þar og jafnvel sjónvarpsstöð þar líka, þannig að kallinn stórhuga sko. Ég tel að þessi boðskapur sé mjög mikilvæg og mikilvægt að koma á framfæri. Og núna til dæmis ég í þannig vinnu að ég get ekki, ég er svolítið bundinn sko, það er vandamál með vinnu að maður slítur alveg í sundur á manni deginum. En ef ég sæi það að ég geti framfleytt mér á þessu þá myndi ég algjörlega hella mér út í Frelsi TV. Það er draumurinn minn, en ég verð að hafa tekjugrunn til þess, kona mín bara segir stopp ef það er ekki tekjur sko, það er svo vel giftur. En takk fyrir komuna og dreifiði þessi vídeó sem víðast og framboðsræðinu minni. Ég held að menn séu almennt sáttur við hana og já, við erum góð hvort við annað og ég ítreka það þótt að ég sé hvass og harður og þverplanki og erfiður þá held ég að ég ráðist næst því aldrei á menn persónulega nema ég kannski kalla fólk heimst og það er ástæða fyrir að ég geri það. Ég held að það sé eina sem ég geri. Það er ástæða fyrir því og bið svona hálfpartinn afsökunar á því líka. Því að það kemur ekkert út við að berja hausnum í hvort annað sko. Það kemur ekkert út við því. Og þessar rauðu dulur í nautaatinu eru hrein heimska. En takk fyrir komuna. Verið sæl.